Jæja, komið sæl gott fólk og verið velkomin í hlaðarpið söguskoðun. Við erum mættir hingað aftur, við félagarnir. Komdu sæll Ólafur. Já, blessaður Andri. Já, Andri Jónsson og Ólafur Hersi Arnaldsson eru umsjónamenn hlaðarpsins söguskoðun og það er nú heldur betur komin tími á upptökur hér hjá okkur. Já, heldur betur. Ég man ekki hvað það hafi verið eitthvað tíma vel fyrir páska sem að þetta er búið að vera ágætis páskafrí með meiru hér. Já, ég man ekki, tóku ekki upp síðast bara í lok febrúar. Já, þetta er ekki alveg svo langt síðan sko. Rétt í byrjun mars. Já, en við erum allavega komin hingað aftur í podcastið söguskoðun og það eru alltaf gleði tíðindi. Það er óvægt að segja það að maður sé að eyða í skinninu hér að fara að tala um sagfræði. Algjörlega, allt og langt síðan, við erum í frákvörum. En við vorum með hér í síðasta þætti að tala um Reconquista, var það ekki? Jú, alveg rétt. Það þegar að Spánverjar, kristni menn á Spáni tóku Spán, þú ert ekki að þú búin að fara til Spánar eða einhverju? Nei, ég er að fara bara til rúma viku. Og ég er að telja niður. Það er gott allan að við erum búin að segja nokkuð oft frá því. Já, ég veit. Það er nú skemmtilegt að segja frá því að það er náttúrulega hlustað á hlaðvarpið okkur af Íslendingum til sjávar og sveita og heima og erlendis og við fengum einmitt góðar kveðjur frá hlustanda á Spáni. Já. Sem einmitt baða heilsa okkur frá úr sólinni sem var skemmtilegt. Það er gáðan. Einmitt. En málefni dagsins er nú reyndar talandi um hlustendur. Það var nú einmitt ágætur hlustandi sem hafði samband við okkur og stakk upp á málefni dagsins. Við ætlum að tala um Rómaveldi í dag. Hversu oft hugsað þú um Rómaveldi, Ólafur? Það er alveg góð spurning. Ég held að ég hugsa um Rómaveldi nánast á hverjum degi, allavega annan hvern dag. Ég er ekki að íkja þegar ég segi það. Ég myndi segja kannski hverri viku, allavega aðra hverri viku. Já. Rómaveldi er svona lífandi hluti af mínu lífi. Já. Mér er samt svo tamt að segja Rómarveldi, en það er víst ekki rétt. Það er Rómaveldi. Já. Það er mér fyrst einhvern veginn, máltilfinningin mín segir að ég vera sko Rómar, eins og borgin Róm sko. Já, ég skil. En það er örugglega eitthvað góðastæði fyrir þessu sko. Já, sjálfsagt. Svo er ekkert spáði. Já. En Rómaveldi hefur nú alveg svona borið á góma hér í hlaðvarpinu áður. Kannski komum svolítið síðan við töluðum það en það er nú skemmst frá því að minnast að við töluðum nú um Júlíus Sesar fyrir nokkrum þáttum tilbaka. Já, alveg rétt. Og fórum þar yfir svona þá atburði sem urðu svona meðal annars til þess að keisaradæmið var til. Og við ætlum að tala um rómverska keisaradæmi núna, tímabil rómverska keisaradæmisins sem að þetta er svona talið hafa verið komið á koppinn af Ágústusi á fyrstu öld, snemma á fyrstu öld. En við ætlum að tala um sérstakann tíma í sögu keisaradæmisins. Við ætlum að tala um þriðjöldina. Við ætlum að nánar tiltekið að tala um þriðju aldar kreppuna. Já, í stuttum máli getur maður sagt að þriðjöldakreppan sé þetta krísutímabil í rómverskri sögu þar sem var farið í gegnum meir og minna, kannski svona 25 keisara á árunum þá 193 til 284. Og þú þá miða við að sko dauði Kommódusar og morðið á honum er svona byrjunin á þessu. Já. Og allt fram til hann Diocletian, nú man ég bara hvað hann heitir á ensku. Já, Diocletian eða Diocletianus. Já, eitthvað þannig. Allavega þangur til hann síðan tók við þá og kom á meiri stöðuleika. Og þá á þessu tímabili þá, sem spannar þá megnið að þriðjöldinni, var mjög mikill óstöðuleiki og já, eins og ég segi, þú veist, 25 keisarar og svo líka getur maður bætt við auðvitað öðrum sem höfðu ekki kannski löggildingu en voru uppreisna menn og
svo mikið af árásum á ríkið og næstu því að ríkið liðaðist í sundur jável. En býtuðu, þú segir 192 sem er þegar Commodus drepinn. Já. Commodus náttúrulega er það ekki svo sem var í Gladiator? Jú. Sáðan sami, dreymdi að vera skylmingaþræll. Bara frjáls skylmingaþræll, svolítið svona paradox þar en allavega. En náttúrulega sagan segir auðvitað að hann hafi sko, náttúrulega hann á að hafa farið bara og barist alltaf í Colosseum sjálfur. Já, rosa. Og vakti athygli og umtal fyrir það. Já. Og ekkert gott umtal sko. Menn voru að segja að þetta væri ekkert keisara sæmandi. Nei. Að vera standi í þessu og hann var líka að taka alls konar dýr og svona ljón og gíraffa og svona. Hann vann nú alltaf. Já, ég veit. Það var svo hæfileikar ríkur kallinn, hann vann alltaf. Ég veit. En já, þú segir dauði Commodus, en er ekki yfirleitt talað samt dauða Alexander Severus sem er 235. Mér finnst nú það vera ártalið sem að ég hafði séð fyrir mér að maður miði við og þetta sé 50 ára tímabil. Já, það er nefnilega það. Ég held að þetta er gott dæmi það svona hvernig menn geta deilt hvernig vilja skilgreina tímabilin. Því sko til dæmis í einna bókunum sem ég las þá notaði hann einmitt dauða Commodusar vegna þess að það sem hann benti þá líka þar var þá þessi vandi öldungaráðsins að senati þá öldungaráðið misti mikið af völdum sínum. Þannig að til dæmis rétt í kjölfarið á dauða Commodusa þá í raun og veru gladdist öldungaráðið mikið og sáu fyrir sér að heyrðu, núna við loksins að fara að hafa eitthvað meira að segja málin hérna. En það sem gerðist var þvert á móti að allt í einu fóru að koma þetta keisarar sem þurftu ekkert á öldungaráðinu að halda eða héldi ekki einu sinni til Rómar. Nei. Og jú, hann sem tók við eftir Commodus, hann var ekki Septimius Severus. Já, jú, þetta kom þarna smá tímabil auðvitað árið 193, er það ekki eitthvað tímabil hérna 4 keisara eða eitthvað, það sem að þeir koma þarna nokkurir, það er hérna Pertinax, Didius Julianus og Septimius Severus kemur svo, þriggja keisara árið. Já. Og þá fær til dæmis þessi sagnfræðingur þó rök fyrir því að sko þessi óstöðuleiki og síðan líka breytingarnar sem hann Severus kom á sé þá hluti af til dæmis vandamálinu í þessum 3. aldar óstöðuleika og kreppu. Einmitt. Þannig já, en síðan er þetta með þú getur litið á þetta eins og með seinni heimsstyrjöldina. Byrjaði seinni heimsstyrjöldin með innrás Japana 1937 eða byrjaði hún 39 eða byrjaði hún með, ég veit ekki, Eþíópíustríðinu, þú veist. Jú, en mér finnst þetta samt vera líka ákveðið svona sko, þú veist, við tölum þú veist, 50 til, ok, þú tekur á svona langt aftur næstu í heillar aldar tímabil. Þetta er kannski líka ákveðin þróun, fattarðu? Þetta er auðvitað svo langt tímabil sko. Já. Og auðvitað er það þannig að við notum náttúrulega 3. aldar kreppuna til að skipta sögur Rómaveldis upp í tímabil. En eins og ég segi, þetta er alltaf svona löng þróun sko, alveg svo við höfum oft náttúrulega sagt inn í hlaðvarpinu mörgum sinnum auðvitað sko, fall Rómaveldis er heldur ekkert einhver einn atburður, það er líka þróun, fattarðu? Það er einmitt málið. Þetta tekur tíma og til dæmis eins og ég bara með Severus, þú veist, mikið af hans pólitík til dæmis gróf hreinlega undan hvað var að segja fyrir löggildingu, gróf undan fyrir alþjóða pólitík og stjórnmálum, til dæmis samskipti Rómaveldis við Parþíu. Og það er hluti sem áttu eftir að hafa gífurlega áhrif þá til að setna út í þetta krísutímabil. Þannig að þess vegna fannst mér vera mikið til í því að miða alveg við
Já, 193 líka upp á það sko að tímabil fyrir það þetta tímabil sko gullaldarkeisarana. Já. Því það sett í svo miklu ljóma því það var svo gott tímabil í eins og leiti að þarna varstu með þessa kjörkeisara þar sem að sko þeir völdu hæfast á besta mannin allt fram að Markusi Aureliusi sem þá var svo eini af þessum keisarinn sem átti son sem gat tekið við af honum og þess vegna, já, stóðst hann ekki freistinguna og gerði Commodus að keisara. Já. Þannig það líka svolítið svona blómatímabil sem við þá sett, já, sem þetta er borið sama við. En jú, þetta getur maður alltaf rætta, hvað maður vilja miða við. En algjörlega, þetta er grísa og það eru erfileikar og það eru auðvitað bæði svona langtíma ástæður á bakvið það og síðan ertu með svona skammtíma svona triggera sem við getum rætta þessum en ástæðan fyrir því að þriðjualdarkreppan er svona merkilegt tímabil meðal annars einmitt út af þessu sem þú nefnir það skiptir sögu Rómaveldis eða rómverska keisaradæmisins upp í tímabil sem við miðum við þegar við erum að skoða sögu Rómaveldis sko fyrir krísuna þá erum við með þetta tímabil sem hefur verið kallað prinsipatið ég held að sé ekkert annað íslenskt orðið við það ég allavega kannast ekki við það sem er þá komið af latnesku orðinu princeps eða ekki? Jú, það því svona fremstur meðal jafninga tímabilið það er mjög óþjált það er samt lýsandi að því við höfum komið inn á dáður það er þetta með sko þegar við erum að tala um þetta með þessa rómversku keisara við komum líka aðeins þegar við erum að tala um hann bísaska lífveldið mástu bókinas Antoni Kaldellis þetta með sko prinsipatið sko þá er rómverska keisaradæmið þú veist það er komið á legg og þú ert komið með þessa keisara en þeir eru þetta ennþá með svona ramma eins og var undir á lýðveldistímanum og þú veist keisarin er þarna í rauninni bara öldungadeilda þingmaður sem er fremstur og meðaljafningja og þú ert með öll þessi embætti þú veist konsúl og allt þetta skilur sem er ennþá við líði og þegar ég hugsa þetta þá er þetta svolítið svona eins og maður ímynda sér sko ég veit ekki eins og þú veist lönd sem eru lýðræðisríki að nafninu til sko en eru það ekki í raunveruleikunum eins og Rússland til dæmis Já, veist, Putin er forseti skiluru og það þarf að kjósa hann og þú veist það er kosið allir embætti og þetta er allt svona á borðinu er þetta skiluru en í praxis þá er þetta þú veist fyrir fram ákveðið og þú veist það er en það þarf samt að þú veist það er samt ekki hægt að það þarf samt að kjósa hann skiluru Já, mitt og það var svolítið þannig á þessum tíma prinsipatsins eða á tímum rómversku keisarana eftir Ágústus og fram að Commodus eða fram að þessum tímabili það var einhvern veginn þetta var náttúrulega gjörspilt skilur þannig séð en þeir gátu ekki kalla sig konga og þeir létu ekki þeir gátu þau þurft að passa upp á þetta skilur þeir þáu valdi sitt frá þinginu og frá fólkinu og allt þetta sko einmitt eins og bara eins og með Cæsar þú veist hlutaði okkur Cæsar var myrtur var einmitt vegna þess að hann hagaði sér ómikið eins og konungur Já. Á meðan að Ágústus þegar allir með Ágústus var búin að sigra alla og þetta var, þú veist, stýrði þessu öllu og var með öll völd og þá afsalaði innan gæsalappa öllum völdum til senatsins og senatið síðan veitt honum valdið aftur það er einmitt þetta, þú veist þetta, hvað segja, leikrit kannski Algjörlega. En samt mikilvægt upp á að hafa þessa löggildingu og þú sér þetta eins og Putin skilur hann afsalaði sér valdinu 2008 hvað þannig eitthvað svo leiðis og þú veist Medvedev tekur við sem forseti skilur þetta er allt eftir reglum sko allt eftir reglum og svo er hann kosinn aftur og svo er hann aftur forseti og svo þarf að breyta stjórnarskránni og það er gert eftir löglegum leiðum og svona en þetta veit allir hver úrkoman er og ég þetta er að nefna Rússland hérna en þú veist þetta eru náttúrulega bara mýmörg svona ríki sem eru akkurat svona og þetta er svona svolítið þannig sem að maður ímyndi sér rómverska keisaradæmi á þessum tíma og síðan kemur þriðjaldartímabilið
sem við ætlum að tala en bara koma að þessu að það sem gerir síðan eftir þriðjöldina að þá eru komið með þetta síðrómverska keisaradæmi og þá fáum við að sjá svona hreinni einvaldsstjórn keisarans og meira svona blatant og einmitt þess vegna það tímabil frá 285 og fram að endalokum Vesturrómverska ríkisins eða fram að 7. öld í austrinu eru við með tímabil sem hefur verið kallað dominatið eða dominat sem þá komið af þessu dominus sem meira svona keisarin miklu sýnilegri valdhafi og með miklu meiri svona pomp og prakt í kringum það allt saman það svona allan þessi hefðbundna útskýring á þessu einmitt og bara svona skjóta rétt inn líka með hann til dæmis þá Severus og af hverju maður getur mögulega miðað líka við að hann sem byrjun á þessu vandamáli að einmitt sko að hann treyst ekki á senatið, það var ekki öldungaráðið sem veitt honum í raun og þessa löggildingu og stimplaði hann sem keisara heldur treyst hann á herinn. Algjörlega. Hvað var fræga kvótið í hann? Það frægt kvótið í hann. Manstu ekki hvað það var? Nei, ég man það ekki. Ok, skal googla það. En þá ætla ég skjóta inn þetta líka, það það svolítið áhugavert. Og þetta eiginlega, getur maður sagt að sé þú veist, kjarnin, þetta aðal vandamál Rómaveldis. Sko Tacitus, hann skrifaði Tacitus árið 69 skrifaði að þá var öllum borgurum Rómaveldis leyndamáli ljóst að einhver gæti gerst keisari utan Rómar og sem sagt að Rómaveldi átti sér aldrei skýra reglur það hver gæti orðið keisari þannig að til dæmis þegar að Nero var drepinn og síðan voru það þá einmitt 4 keisarar þá á því ári 67 mann rétt og hver maðurinn bara eftir öðru lýstur sem keisari þá var öllum ljóst að sko í raun og veru að hver sem gæti orðið keisari og það var stóra vandamál Rómaveldis alltaf í raun gæti hver sem orðið keisari og það stóð og fjall bara með því hversu marga þú fékkst með þér hvort þú varst sannfast eitthvað og þá varðu þetta náttúrulega líka herinn sérstaklega mikilvægur og það er það sem við sjáum þá eftir Severus herinn skipti það lykilhlutverki og í gegnum alla þriðjaldakrísuna þá það fyrst og fremst herinn sem gerði eitthvað keisara eða ekki. Algjörlega, enda hefur þetta tímabil líka verið kallað tímabil herkeisarana eða Barak Emperors einmitt sem með tímabilið, þetta eru allt hergaurar og það er auðvitað þú veist, herinn getur meikað eða unmeikað keisari eins og sagt og það er líka ótrúlega að lesa hvað þeir voru fallvaltir sumir og hvað það var lítið sem þurfti til að herinn sem var sem eina stundin var rosa hrifinn af þeir og lýsti þeir sem keisara og bara heyrðu við fylgjum þeir fram í rauðan döðan og svo eina stundin voru menn búin að fá nóg og svo bara myrtuðu keisara það er líka það séðu að keisarinn þurfti að borga hernum ógeðslega mikið fyrir þetta vesen skilurðu og það er einmitt þetta fræga kvót í Septimius Severus það sem hann segir við syni sína be harmonious, enrich the soldiers, scorn all others. Já, þú segir þetta, já. Þú veist, borgaðu hernum og bara þarft ekki að spána einu öðru. Nei. Þú veist, og synir hans í það ekki þessir tveir sem að komu síðan á eftir honum. Já. Og þetta er auðvitað svolítið svona slæmi dýll fyrir keisarana vegna þess að þú veist, þeir geta borga hernum og svo gerir herinn þig að keisara og síðan líður smá tími og þá kemur ykkur annar sem kannski bara er tilbúin að borga meira og þá getur þú bara drepið hann og hann borgar þig fyrir það þannig að þú veist þetta er svo tekjulitt fyrir herinn sko. Já, tekjulitt fyrir herinn og það er einmitt líka ég hluti þess að hann hækkaði mjög laun hermanna alveg margfald sem var líka þungur baggi fyrir setni keisara eins og þú tölum allar þessar keisara á þessu tímabili 25 eða 6 eða eitthvað líka sko ég held að einn af þeim sem dó af náttúrulegum orsökum
allir hinir voru drepnir annarkvort í orustu eða langflestir voru myrtir af sínum einhermunum. Já. En það eru sem sagt valdaskipti og svona vandamáli með valdaskipti sem að kemur til kastana þarna. Þú gastu þetta orðið keisari með því að sko vera útnefndur af núverandi keisari svo vorum að tala eða þá þú gastu orðið keisari með því að láta herinn koma þér til valda og þetta verður miklu algengara þarna. En þetta svolítið eins og við töluðum mér svolítið tíðrætt eða svolítið umhugsað bókina sem við ræddum hérna fyrir nokkrum þáttum síðan hana Byzantine Republic. Já. Og hérna því vorum að tala svona hvernig svona how to make and unmake an emperor. Það sem að það sem að bara áhugavert með þetta því vorum að tala þessa tímabilaskiptingu í Rómarveldi það sem ég man eftir við vorum að tala það að Kaldeli segir í þeirri bóku það er svona þessi hefðbundna svona söguskoðun að þú veist að þetta sé svona að fólki sé tamt að líta á þessum þróun sko frá meira frelsi eða frjálslindi til minna frjálslindis í einhverjum svona nútíma hugsun og það sé þá svona stígin séu þá þú veist í rauninni sko lýðveldið og síðan prinsipatið og svo dominatið og svo Byzantium sem það alveg bara að versta sko skilurðu og svolítið svona challenge að það svolítið sko við sem svo föst í þessum hugsunarhætti sko. Já, einmitt og það náttúrulega verður alltaf að taka með í reikningin að Rómaveldi auðvitað var lýðveldi að ákveðnu leyti og þó að Ágústus hafi komið á þessu keisaraveldi á sínum tíma að þá náttúrulega það meira segja öllum byltingum þá náttúrulega alltaf eitthvað frá áframhald. Já. Þú getur ekki bara þurrkað út alla stofnanir og bara byrjað upp á nýtt. En það auðvitað líka auðvitað það sko að stjórnkerfið þú veist, virkar svona en sko þeim vantar einhverja leið til þess að tryggja stabíl valdaskipti. Já. Og okkur tekist þetta auðvitað í síðari tíð. Já. Í dag gerum við þetta með sko kosningum og þú veist svo sem femur völdin leggur niður völdin og næsti tekur við það einhvern veginn svona sáttmál það sko. Já. Og náttúrulega það sem að gerðist auðvitað í segjum Evrópu eða þarna á þessum tíma þetta var að menn föttuðu sko að það friðsamlegast og einfaldast að hafa bara blóðlínu dynasty það sem að bara sonurinn tekur automatist við og þess vegna virkar það svona vel í vel ekki vel þú veist að vera með konungborinn valdhafa sem fæðist inn í þetta þú veist, það allan að tryggja ákveðið svona stabilitet að gera það þannig að þarna brendur ómverið sig á þessu og það kannski aftur að hugmyndinu með bísanska lýðveldi þú veist að það var líka kannski ástæðin fyrir því að það var alltaf uppreisnir og það var alltaf vesen af því að það var ekki þessi stöðuleiki sko. Nei, mitt já, það er alveg rétt og þetta stóra grundvallar vandamáli sem Rómurinn tókst aldrei að leysa hver tekur við, hvernig tryggir maður það Já en sé eins og líka áhugavert að því að það er líka þetta í sögunum maður heyrir allan að mismunandi raddir og það líka hlutaði okkur köllum hlaðvarpi söguskoðun og svona því það er líka alltaf einhverjir sem vilja endurskoða tímabil og það er með suma gagnrýnisraddir sem hafa haldið fram að þetta hafi ekki verið svo mikið kreppu tímabil og þá bendaði á og það er mikilvægt að hafa það líka í huga að keisaraveldi var svo stórt að til dæmis löndi svo Afríka og þá sérstaklega þá svo þessi í dag Túnis og Egyptaland það var til dæmis svæði sem sluppu mjög vel og var lítill sem engin hernaður og það gekk kannski allt eins og bara venjulega en náttúrulega önnur svæði fóru mjög illa og svo fannst mér líka áhugavert þegar ég var að skoða svona líka aðrar heimildir því það náttúrulega líka alltaf áhugavert hvaða heimildir hefur maður fyrir einhverju úr sögunni og þá til dæmis
að því ég þeirra skoðun að þetta hafi verið krísutímabil, það eru mjög góð rauk fyrir því, en það er samt auðvitað áhugavert líka og maður verður að taka auðvitað með því líka sumsvæði sluppu mjög vel, þannig að það var kannski ekki endilega krísa þar, en á heildinliti var krísa og þá til dæmis bent á að það minna byggingar á þessu tímabili. Einmitt. Til dæmis að horfir á Gallíu eða Sýrlandi eða hvað, það minna byggingar, það er færri álitranir. Það er færri skipsflög sem að finna á þessum tíma. Einmitt. Það er bendið til einmitt þess að það hefur verið minni verslun. Nákvæmlega. Og svo varst mér líka áhugavert að einhverjir hafa fundið að það er sko minna málma í Grænlandsjökli. Já. Og það bendir þá til þess að það hafi verið minni notkun á málmum á þessum tímabili og eitthvað þá örugglega þá, ég veit það ekki, einhvers konar málmöreindum er þá berast með einhverju vindum upp til Grænlandsjökuls, það er náttúrulega fræði sem ég þekki ekki, en mér er svo ótrúlega að maður getur fundið það út. Ég segi bara hvar verðum við hefðum ekki Grænlandsjökul sko. Nákvæmlega, hvar verðum við þá? Allt sem hann hefur sagt. Og svo líka hafa menn séð sko að fólk hafa verið lágvaxnar á þessu tímabili. Já, okay. Þá beinagrindur og slíkt og svo minna bæði gull og silfur í peningunum sem voru í notkun. Já. Þannig að allt þetta plúsiðan líka skrifaðar heimildir þar sem að sumir færi rök fyrir að þú getur jafnvel séð ákveðin svona kreppu hugarfar. Já. Hvernig menn töluðu svona heimur versnandi fer og slíkt. Þannig að þá eru mjög góður rök fyrir því að þetta hafi verið kreppu tímabil. Já, ég hef líka heyrt talað þetta hafi verið kuldatímabil. Já. Og það verðist alltaf hangað saman sko. Já. Leið og kólnar þá kreppir á dalnum einmitt hjá fólki, en það voru þurrkar líka og flóð og uppskjörubrestir og hungursneyðir og alls konar svona líka sem að sögur fara af. Kýprianiska plágan heitir nú það ekki, Kýprianus, hún kenndi hann held ég sko. Hún er þarna miðja þriðju öldina, 250 til 270, mannskeið plága. Og síðan auðvitað allur þessir hernaður. Það er kannski fyrst og fremst þessi hernaður sem líka hefur bara áhrif á velferð allara, skilur við. Já, mjög svo. Og hernaðurinn er tvenns konar. Það eru borgarastyrjaldir í miklu mæli. Það eru ríki sem klofna út frá Rómaveldi, við tala þau eftir. Og síðan keisarar að drepa hvern annan og síðan ertu náttúrulega líka með hernaður, innrásir og hernað við nágrannaríkin. Þá sjáum við hernað við Persa annars vegar og hins vegar við germanska ættbálka við Dónár, Rínar, landamæri, og þetta eru við að sjá í auknum mæli og það er kannski líka ástæði fyrir þetta er áhugavert upp á sko sem svona þessi þróun frá þessu gullalda Rómaveldi, prinsipatsins, yfir í síðrómaveldi, á 4., 5., 7. og 7. öld í austrinu og vestrinu. Já. Er að á þessum tímabili erum við að sjá breytinguna með þetta sko, Persar og Sassanítaveldið byrjar að vera svona mikið vandamál fyrir Rómverja. Sem átti síðan eftir að vera einkenna síðrómanska ríkið og allt fram að Múhameð sko. Einmitt. Og þá sér maður einmitt sko eins og með hann Severus að hann virðist hafa brotið svolítið þetta valdajafnvægi sem var komið á í austrinu. Þar sem að sko Parþíuveldið á þessum tíma var að veikjast og var svolítið að missa stjórn og hann sá sér þá leik á borði og réðst á Parþíuveldið og þá braut hann þetta valdajafnvægi sem hafði verið við lýði þetta lengi og það síðan notaði hann Gesapor fyrsti sem var þá fyrsti sko leiðtogi Sassaníta til þess sem löggildingu til þess að hefna og ráðast á Rómaveldi. Já, það er þarna á 3. áratugnum eða eitthvað líka. Já, einmitt. Þannig að þetta er áhugavert, það opnast fyrir þetta vesen með Persa sem átti síðan eftir að einkenna síðrómanska ríkið og síðan hitt þetta að þessar innrásir germana byrja að, ég ætla ekki að segja það byrja þarna en það er allavega að fá svona mikla þyngd þarna. Já. Og það er eitthvað sem á eftir að algjörlega einkenna
síðrómverska ríkið. Algjörlega. Það er þessar endurlausu innrásir germanskra ættbálka sem að síðan átti náttúrulega eftir að náttúrulega keyra vesturrómverska ríkið í sundur sko. Og þetta hangir allt saman hefur áhrif okkur annað, því til dæmis það er ekki tilviljun að Commodus er myrtur, síðan Severus tekur við og ber þetta alltaf, lemur þetta allt niður og nær að stofna þarna ættarveldi sem heldur út til hvað var það, 234 en þá náttúrulega þarna auðvitað búið veikja ríki og svo náttúrulega sérstaklega eftir þá að hans fjölskylda missir völdin og það er sko fullt af keisurum og það er borgarastríð og óstöðuleiki, það er náttúrulega augljóst að fyrir villimennina fórþauður okkar sem eru á norðurlandamönnum sjá sér þetta leik á borði, þú veist þeir sjá þarna býttu það allt í lamasessi þarna í þessu Rómaveldi, heyrðu núna getur við ruðst inn og rænt og ruplað og svo náttúrulega vindur þetta allt upp á sig, að svo náttúrulega þegar þeir byrja að brjótast inn brjóta baka aftur borgir, ræna og rupla, þá náttúrulega missir fólk tiltrú á keisarunum og keisaraveldinu. Keisaraveldi þarf þá að eyða mannafla og fjármunum í að berjast við þessa barbara úr norðrinu, það er alltaf dýrt, meiri skattpinning Severus til dæmis líka náttúrulega var auðvitað ráðast líka á Parþíuveldið og Persaníu til þess að þú veist auka löggildingu sína þá býr hann til andstæðing þarna í austrinu sem áttur að hafa sko alveg hryllilegar afleiðingar fyrir Rómaveldi og þetta verður einhvern veginn bara svona algjört klúður þar sem þetta verður sem bara alltaf verra og erfiðara algjörlega, en það er líka sko, mér finnst líka að vera ákveðið svona sko það er alltaf talað af hverju af hverju féll Rómaveldi? Þú veist, það er svo skrítið segja mér alltaf en svo kannski stundum getur maður hugsað heimsveldi rís og falla alltaf í sögunu og það er ekkert skrítið við það að heimsveldi falli. Spurningin er kannski frekar af hverju lifði Rómaveldi svona lengi og kannski sérstaklega í austrinu hvernig tókst þeim að lifa svona hrikalega lengi þar og vegna þess að sko að tala Caesar og Augustus og gullaldartímabilið, prinsipatið þú veist, Rómaveldi stækkar hratt á fyrstu öld fyrir Krist og fyrstu öld eftir Krist og það nær hámarki sínu svona undir lok fyrstu aldar undir hjónum Trajan Trajanus heitir hann það ekki á íslensku. Jú, þetta sé ekki eitthvað þannig. Mér finnst svo mikill höfuðverkur að hafa þessi bæði á latinu, ensku og íslensku og norsku. Trajanus hétan undir lok fyrstu aldar og inn á aðra öld og hann er það er svo keisari sem var við líði þegar Rómaveldi var upp á sitt stærsta landfræðilega séð og svo náttúrulega sko þú veist, þetta bara eins og alltaf með svona að þetta er bara of stórt skilurðu, það er bara of stórt að viðhalda svona stóru ríki með náttúrulega samgöngur þessa tíma það er samt kannski ekki sanngjarnt að segja það vegna þess að þú auðvitað með miklu stærri ríki sem hafa auðvitað að lifa lengur en það er þá kannski líka á öðrum tímabilum en samt, þú sér, þú veist horfðu bara að Evrópusambandið í dag mann tókst ekki eins og halda því, þú veist almennilega sama með Brexit og þannig. Það er samt ekkit, ég meina hugsaði bara svo Rússland skilur, ég meina það er náttúrulega huge ass dæmi sko. Já, en það sem maður rættur líka með Rússland er held ég 82% rússar. Já, og kannski líka 82% óbyggðir. Já, alltaf mikið óbyggðir auðvitað líka. En allavega, aftur á Rómaveldi, þetta er stærð ríkisins er vandamál. Þú veist, það er bara búið að blása út og þú veist, og það er erfitt að viðhalda þessu og þetta er þessi hvað segir maður, overextension þú veist, með herinn og það er auðvitað bara tímaspörsmál hvernig það opnast þessar hvernig maður missi stjórn á þessum landamærum og síðan náttúrulega sko, ertu með alls konar andstæður inn í þessu þú veist, þú ert með þéttbýli versus dreifbýli, borgir versus sveit svona alveg klassíst sumir hafa allir minnst talað þú veist borginna voru að þú veist mergsjúa sveitin á allt þetta og síðan ertu með miklar andstæður á milli sko miðju og jaðars
eins og við vitum hvernig Rómaveldi var einhvern veginn stundum svona að því að verist byggt upp eins og eitthvað svona miðstýrt kerfi til þess að þjóna miðjunni svolítið eins og í Hunger Games enda náttúrulega Hunger Games náttúrulega byggt á Rómaveldi sko og hann hvað ætlaði að segja og síðan náttúrulega svona imbalans á milli austurs og vesturs austri var alltaf ríkari hluti og fjölmennari og það kannski svona byrjar að vera kannski bara svona hálfgert tímaspursmál hvenær þetta hrynur og síðan kemur þessi þriðaldarkreppa og ríkið næstu því hrunið og þá koma þarna nokkrir menn sem nárætta þessu og þá endist þetta í svona 1 til 2 aldri viðbót þangað til að síðan hrynur algjörlega og enda í raun og veru það er mjög mikilvæg spurning líka að spyrja af hverju lifði þetta svona lengi og síðan það er líka annar þáttur sem kemur inn í þetta og það er náttúrulega líka það að í því sem Rómaveldi var að þenjast út þá náttúrulega voru Rómverjar mjög ofta að leggja undir sig þjóðir sem voru mun vanþróaðari en Rómverjar sjálfur og til dæmis það þurfti ekki meira til en munurinn á því að gallísku og germansku þjóðurnar þær börðust ekki sko sem herdeildir, heldur börðust sem einstaklingar og með her sem best sem einstaklingar og her sem best sem heild þá er heildin alltaf að fara að rústa einstaklingunum þetta er bara svo, við tekum bara fótbolta með fótboltalið sem ætla bara að spila sem einstaklingar það fótboltalið er aldrei að fara að gera neitt það er bara gleymdi því en það sem er svo áhugavert náttúrulega líka sko, og mikilvægt að hafa í huga að í því að Rómaveldi kannski svona finnur þessi landamæri sín við Rín og Dóná að þá náttúrulega samt voru Rómverjar að berja á ættbálkum fyrir norðan og í því að allir þessi ættbálkar fundu fyrir mætti og reiði Rómaveldis þá ýtti það auðvitað undir ákveðina sko miðstýringu og styrkingu hvað maður segja konungsveldis í þessum ríkjum þannig að þessi ríki eru alltaf fyrir gífurlegum áhrifum af Rómaveldi og þurftu auðvitað að aðlaga sig breyttum veruleika þeir gátu ekki lengur bara barist eins og einstaklingar þegar töpuðu þeir alltaf þannig að þeir eru náttúrulega fyrir slíkum áhrifum þannig að Rómaveldi náttúrulega líka flutti út kannski hluta af menningun og stjórnsýslun og hugsunarhættinum sem gerði þá að þessu sterka ríki sem gekk svona vel og þessu er náttúrulega líka bara tímasvegsmál hvenar þá hinir sem eru á móti þér eru búin að læra svona mikið af þér og geta þá síðan að fara að beita þig gegn þér það er góð punktur þetta er svo bara með alla tækni þetta er svo bara með kjarnorkusprengjuna það liðginni var bara 4 ár frá því að Bandaríkjamenn sprengdu fyrstu kjarnorkusprengjuna og það til Sovétríkin sprengdu sína sprengju því það er svo mikið styttar einhver annar er búin að sko brjóta leiðina hvort það sé í einhverju tækni eða hvað það er svo miklu léttar að geta bara fyllt á eftir og hermt eftir og aðlaga sig þannig að þess vegna hafa það líka gífurlega áhrif og það er náttúrulega stór hluti líka af hverju þetta síðan liðast í sundur algjörlega þetta eru germanir náttúrulega þetta fara sækjarnir og þeir náttúrulega þetta vildu líka búa í Rómaveldi svo hefur þetta verið talað þetta með okkur í Rómaveldi síðan fellur þetta út á germunum meðalans að því að þeir eru og svo háður þeim þeir eru fannir að mynda stærstan hluta hersins og svona eins og við höfum talað Andri við erum nær miðjunni en sko það eru 2 keisarar sem að sko Rómaveldi lendir náttúrulega alveg gríðarlegum álitshnekkjum líka þegar 2 keisarar deyja í orustu við erlend veldi á þessu tíma það er hvað hét hann þessi sem að dó í Germaníu man ekki hvað hann hét ég er búin að glemma hvað hann hét en það er nú kannski minna vandamál heldur en Valerian sem að því að Valerian, það er mitt stóra vandamáli var tekinn til fanga af Persum eitthvað tíman í kringum 260 eða kannski bara árið 260 sem er það ekki eina skipti sem það hefur gerst það er rómansku keisari tekinn til fanga fyrir utan mögulega Mannsegert 1071 ég man ekki hvernig það fór hvort hann hafi verið tekinn til fanga það er allavega mjög sjaldgæft það er mjög sjaldgæft,
og náttúrulega algjörneysa. Já, algjörlega og pluss þá líka þessi rómverski herju þurrkaður út, keisarinn tekið til fanga þannig að sko löggilding og álit Rómar hérna í austurhlutanum alveg hrundi. Og hann var náttúrulega hafður hérna sem fangi af Persum í ykkur tíma og var síðan náttúrulega bara drepinn. Sumir segja hann hafi verið fleginn, aðri segja hann hafi verið látin drekka bráðið gull. Já, af því það var ekki bara af því að hann var tekið til fanga og hérna megnið af herfóringjónum sem voru með honum og allt þetta lið var síðan bara notað sem þrælar og niðurlagt og reyndar bara skjót inn í, það eru líka einhverja kenningar held ég að hvort það sé einhverjir sko íranskir fræðimenn sem hafa verið eitthvað að tala um að hérna þessu merkjum að þeir hafi jafnvel verið sko settlaðir einhvers staðar í Persaveldi þar sem að þeir byggðu upp einhvern infrastruktúr og samfélag þar, það eru vist einhver merkjum það. En já. Og því það er bara líka sko að Sassanítar einmitt myndust út af þessi atburða og meðal annars þá er vist fræg mynd þar sem að konungur Sassaníta þá stendur frammi fyrir Filipusi Araba sem var þá keisar sem hafi verið nokkrum árum á undan honum og síðan Valerian þar sem að sko Filipus er á hnjánum og er að beygja sig fyrir konungi Sassanita og Valerian nú er ég Filipus stendur með hendur frá aftan bak og Valerian er á hnjánum og þá er þetta sko þá er þarna tilgangur með þessu er þarna að sína hvernig Sassanita veldi er búið beygja og brjóta á bak aftur veldi Rómar og þarna eru sko rómverskir keisarar að bugta sig og beygja bókstaflega fyrir konungi Sassanita. Einmitt. Og maður getur ekki ímyndað sér í raun og veru hvaða áhrif þetta hafði fyrir íbúa Antíókíu til dæmis sem er í Tyrklandi í dag eða í Egyptalandi og raun og veru náttúrulega sem gerðist náttúrulega på þessi var að þarna braust þá fram eitt af þessum ríkjum þá palmírska ríkið sem klauf sér frá Rómaveldi og það sýnir bara hvað Rómaveldi var búin að missa algjörlega allt álit að þessi borg Palmíra sem er í Jórdaníu er það ekki í dag? Nei, hún er í Sýrlandi. Er hún í Sýrlandi? Það var í Palmíra sem að Íslamska ríkið var að sprengja rústirnar, var það ekki? Jú, það er alveg rétt hjá. Ég var blandinni við Petra, það er í... Já, Petra, já. Hún er í Jórdaníu. En jú, einmitt, ISIS var að sprengja hana. Og Palmíra var þá, vellauðug og mjög mikilvæg borg á þessum tíma og þetta palmírska veldi náði í raunum veru öllu megninu af þá austrómverska ríkinu þá Asíulitan. Algjörlega. Sko hann hét Odenathus held ég eitthvað svoleiðis, hann var sýrlenskur landstjóri í Palmíra sem að rauninni stendur fram fyrir hernaðarógn frá Persum og miðstjórnin í Róm er ekki að sinna því nógu vel, þannig að hann sigrar Persa og tekur upp titilinn konunga Shah sem að eins og við ræddum hérna í þættinum Sassanítana sem er þessi forni persneski titill þar sem hann er svolítið svona að gefa Persakonungi landnef með því og einmitt lýsir klífur sig síðan frá Rómaveldi og svo segir og svo reynda deyr hann fljótlega og konan hans tekur við sem að heitir Zenobia ekki hans og það er eiginlega svolítið svona hún sem að hún er svona er þá í rauninni svona þessi karakter sem að Rómverjar þurfa að díla við í Palmírska ríkinu. Já, og það sem er líka áhugavert við þetta er að Palmíra var semetísk borg þá sama meiði og hebrear og hebreska og arameiska og síraíska í dag og slíkt þannig að það er nefnilega líka mjög áhugavert með þetta ríki að það tekur upp mikið af svona semetískum áhrifum. Einmitt.
einmitt. Þannig að það sé svolítið á blöndu sko af þessu rómverska og semítum, en síðan var stóra vandamálið að þetta palmírska ríki stóð frammi fyrir nákvæmlega sama vandamáli og Rómaveldi. Hver á að taka við? Já. Hver er réttborinn eða réttmætur arftaki og erfingi og það er til dæmis vandamál sem þeim tókst heldur aldrei að leysa. Nei. En eitt í tengslu við Palmíru sem er svolítið áhugavert. Já. Líka þegar maður tala um hvað þetta er mikil blautuska framan í Róm. Já. Að því að Palmíra eða þau taka Sýrland og Palestínu og hluta af Litlu Asíu, suður Anatólíu og eitthvað staðar þar á því svæði, svo taka þau líka Egyptaland. Og það er big deal. Já. Því að allir sem að hafa stúdur á Rómaveldi vita það að Egyptaland er náttúrulega krúnudjásnið. Já. Og þú veist, og það var til dæmis eins og aftur að, þú veist, Ágústusi og Sesari og þessari gullöld skilur, þú veist, Ágústus og þeir áttu Egyptaland skilur. Og þú veist, og þar fenguður pening til þess að, þú veist, fjármagna herinn skilur til þess að halda völdum og allt þetta skilur. Já. Og svo náttúrulega fyrir utan það náttúrulega Egyptaland var þessi viðfræga brauðkarfa sem er svona einmitt svona orð sem alltaf er notað. Einmitt. Við erum alltaf að tala um svona orð sem að ganga aftur og aftur. Já. Eins og púðutunnan og svona, það er einhvern veginn, þú veist, það er bara hver einustu sögubók er talað um brauðkörfuna Egyptaland. Alltaf, það er klassist. Og þannig að þú veist, Palmíra tekur Egyptaland. En svo er annað klofningsríki og það er Gallía. Gallíska keisaradæmið. Já. Það er mitt. Það er líka áhört með það ríki að það náði þá yfir það sem í dag er Gallía og svona Niðurlönd og var svona takmarka við þá Alpana, það landsvæði sem var fyrir norðan Alpana. Já, 258. Já. Klífur Postumus sem var rómverskur herfóringi held ég. Já. Af germönsku bergibrotin. Einmitt. Og það er svolítið áhugavert við það náttúrulega líka, þá sér maður í hans valdátti líka hvað þetta svæði voru orðið rómverskt að ýmsu leyti. Algjörlega. Og til dæmis við getum náttúrulega skotið í inn að hann Caracalla, sonur Severusar, hann náttúrulega, það var í hans valdatíð sem allir þegnar Rómaveldis voru gerðir að rómverskum borgurum. Einmitt. Og það er þetta stór atburði því það skiptir miklu máli hvort þú varst rómverskur ríkisborgari eða ekki. Til dæmis fyrir þá sem erum með kunna biblíuna sína að Páll Postuli til dæmis þegar var réttað yfir honum, þá gat hann sýnt fram á það að hann var í rómverskur borgari. Já. Og þess vegna var hann dreginn alla leið til Rómar til þess að rétta yfir honum því það fylgdi því ákveðið réttarvörn. Já. Og það hafði meiri réttindi. Og til dæmis sko áður fyrir þú gæst á tímabilið þú gæst ekki verið krossfestur sko þú varst rómveri, það var venjulega ekki gert og svona ákveðna sérreglur, þannig að það var eftirsóknarvert að gerast borgari. En það var einmitt, þá var þessi mikla breytinga, þá allt í einu voru allir orðnir rómverski borgarar og þetta gallíska ríki var fyrst og fremst í raun og veru rómverskt en auðvitað með ákveðin svona yfirbragð af valdastéttum hér og þar innan ríkisins. En Postumus ríkti jú alveg voru ekki 10 ár. Já, mér sko og það þetta fekk sko þú nefnir Gallía, náttúrulega Bretland líka fór undir það. Já. Og Hispania. Já, það er sko þannig á tímbil ertu í rauninni bara með Ítalíu, Norður-Afríku og Balkanskagan undir Róm sko. Einmitt. Þannig að sem sýnir auðvitað þú veist að og það er kannski meðal annars auðvitað það sem er átt við með að þú veist að ríkið hafi næstum því hrunið. Einmitt. Á þessum tíma því að ef að mönnum hefði ekki tekist að snúa þessu við þarna þá hefði Rómaveldi endað þarna bara á 3. öld sko. Já. En það sem er áhugavert auðvitað við þetta, eins og þú segir, bæði með Palmíru og Gallíu, er að sko, þetta eru rómversk keisaradæmi. Já. Þú veist, þetta eru klofningsríki
og þau eru með sama stjórnkerfið held ég, allavega í öllum helstu dráttum sko. Og þá hefur þú náttúrulega þá styrkleika sem þú hefur, en þú hefur líka þá náttúrulega þessa veikleika sem þú nefnir skilur, valdabröltið, vandamálið með valdaskiptin, þau eru alveg eins skilur. Þau eru alveg eins, já. Og þannig að, en það hefur stundum ég alveg hýrt talað líka sem Gallíu sko, það hefur verið svona af því að Postumus var svona lokal germani sko, að það hefur verið þetta hefur verið svona litað sem svona, nú ætla ég ekki að segja sko þjóðríki, en svona frumgerð að ykkur svona gallísku þjóðríki. Einmitt. Það var alltaf áhvert að veltaði fyrir sér auðvitað, ef þetta hefði haldið áfram þá, já, getur maður kannski ímyndað sér að þetta hefði orðið kannski draugin einhverju sem, þú veist, ekki að við kalla sem Franki og Frakland, en þú veist, eitthvað, ég veit ekki, Gallía eitthvað. Það kannski væru með ríki í dag sem heitir Gallía. Kannski. Ég veit. En það sem man líka náttúrulega það sem gerist þarna auðvitað líka, að því að við vitum það Vesturnorska ríki féll síðan seinna náttúrulega fyrir náttúrulega endanum, þú veist, þjóðflutningum og innrásum frá því sveið sem í dag Þýskaland. Er að Gallía náttúrulega, eða gallíska keisaradæmið náttúrulega fór að bara einbeita sér að því að verja þá sig gegn þessum germönsku innrásum og tókst það ágætlega. Já. Gilur. Og það er þá eins og með Palmyríu sko, sem að verður til eftir það að hafa þurft að verja sig sjálft. Já. Þannig að hérna ertu þá með rauninni miðstjórnarvaldi í Róm sem er ekki að takast að verja landamærin og þá klofna þessi ríki á jöðrunum úti og ná þá að verja sig gegn innrásum. Og til dæmis, og einu ástæðanlega fyrir því af hverju miðjan þá, og fyrst og fremst þá leggjum áherslu þá á Róm og keisaran í Róm, af hverju hann gat ekki varið jaðarinn, það náttúrulega var líka út af því að keisarinn kannski hefði komist til valda í gegnum herinn, hafði takmarkaða löggildingu, var í veikri stöðu og átti mjög erfitt með að veita hæfileikaríkum, metnaðargjörnum hershöfðingja nægt vald til þess að geta komið sér upp her, byggt upp her, þjálfað herinn og varið síðan landamærin. Því þessi metnaðargjörni, flotti hershöfðingi, gat síðan auðvitað snúið þá vopnunum sem hann fekk frá keisarunum, í hinn áttina og marseraði á Róm og tekið við sér nýr keisari. Algjörlega. Þannig að það var líka svo stór hluti af óstöðuleikanum á þessu tímabili. En það er líka það sem svo merkilegt við gallíska keisaradæmið og Palmyríu út í það farið. Og vegna þess að það sem að þessi Postumus gerði náttúrulega ekki var að fara til Rómar. Einmitt. Eins og Júlíus Caesar og fara yfir Rubicon og allt þetta. Einmitt. Og þú veist, svo þú segir það var ekki gert, þannig í staðin var stofnað eigi ríki sem var verið að fókusera á að styrkja eigin varnir og byggja upp eitthvað eigi ríki þar. Það er mjög áhugavert. Og ég myndi eins með Palmyríu, því þeir eru ýmsu leyti voru svona bara ánægðir með sitt ríki en hluta því af hverju þeir fóru hrundu að stað meira hernaðarbrölti gegn þá þessum þungamiður rómverska ríkisins, það var einmitt löggildingar vandamáli heima fyrir. Þetta að, þú veist, ok, við erum með vandamál hérna heima fyrir, ok, við finnum okkur sameiginlegan óvin og andstæðingu utan ríkisins, þá getum við allir verið sammála það að berjast þar. Og svo fyrir þá náttúrulega bara síðan töpuðu þeir. Já, einmitt. Býtu, það er sko þessi ríki lifðu í einhvern tíma 10, 15, 20 ár en nokkuð þessi skjóttein þetta bara einu áður við tölum hvernig þetta fjall af því við vorum líka að tala þess að hvernig keisarar voru hversu veik staðir oft var að til dæmis árið 238 það var mikill óstöðuleiki, það voru 7 keisarar á einu ári og margir eða náttúrulega á sama tíma og kannski 2 sem voru kjörnir til keisara sko, því þá var reyna að tryggja sko líka erfingja ef það myndi fara illa og þá byrjaði þetta með uppreisn í Afríku þar sem að mitt faður og sonur héldu þá til Karþagó en til dæmis, ég ætla ekki að fara að rekja alla þá sögu hérna en það sem allir áhugavert með það að
sá sem var þá aðalkeisari Maximinius hann var þá á Balkanskaganum og það brjótst út þessar uppreisnir og það fullt af keisarum og hann drífur sér þá til Rómaborgar og það sem mér svo áhugaverð saga þetta sýnir svo vel hvað þeir stóðu oft höllum fæti að hann lá svo mikið á að hann sendi ekki skilaboð á undan sér því það var venjulega lenskan því þú ert að flytja 20.000 manna það er náttúrulega heilmikið byrðaflutninga vandamál að bara finna næga fæðu og vatn og slíkt fyrir þá þannig að hann gerði það ekki, heldur bara marseraði af stað þannig að þegar hann var allir komið þá til Norður-Ítalíu til borgarina Aquileia þá kom þetta þeim miklum óvörum að hann var keisari mættur með þennan her sinn og þeir ákveðu að loka borgarhliðunum og ekki hleypa honum inn Þannig þá stóð allt í einu Maximinius þarna fyrir utan borgarmúrana með herinn sinn og ekki næga byrðir og hermennirnir voru svangir og pirraðir og hann ákvað þá að sitja borgina og hann situr borgina í 4 vikur og eftir 4 vikur þá var herinn hans búin að fá nóg og myrt hann og hann var búin að vera keisari þegar í einhver ár og hann var svo sem búin að vera að vinna á orustur og standa sig ágætlega ýmsu leyti og þetta sér maður samt hversu fallvaltir þeir voru því maður getur ímyndað sér að ef hann hefði, þetta flóknara líka en svo en ef hann hefði sendt boð á undan sér ef hann hefði verið kannski heppinn og Aquileia hefði tekið á mót honum og það hefði verið nægum matur og hermennirnir ekki verið svangir já það hefði verið allan ekki drepið hann þarna nei. Og þarna sér maður að hvað þetta var rosalega fallvalt margir keisarar sem að féllu okkur svona fáralegan hátt Já, og ég að skrifa það niður hérna nokkur svona dæmi sem þetta kannski bara komið með það núna strax Já, hvað er með þið? Því það var allavega til dæmis einn keisarinn Elagabalus hann stýrði frá 218 til 222 og hann líka stundum skrifa Heliogabalus Já, ok Það ætlaði þessi ekki gríska átgána þessu eitthvað Getur verið, Helio, eitthvað sól eitthvað, en allavega því að hann tilbað goðið Elagabal sem var tilbyðið sem eitthvað skona steinn og menn halda að þetta hefði kannski uppalega verið eitthvað fjall en allavega Þessi keisari var mest upptekinn af því að tilbyðja þetta goð sitt og hann klæddi sig þetta eins og eitthvað svona hvað var að segja, eitthvað púnverskur aðalsmaður, púnverjar voru semitist fólk frá því sem í dag svona Líbanon og það svæði og það allir með þessi fatnaðin var það sérstakur að áður en hann hélt til Rómar að þá lét hann sér að gera málverk af sér í þessum skrúða og sendi málverkið undan sér til þess að undirbúa íbúa Rómaborgar fyrir komu sína þannig að þetta væri ekki alveg jafn mikið sjokk það var svona ímyndaðir hvað framandi og þessi eitt sakfræðingur sem ég las gerði grínaði að þetta hefði verið hans skynsamlegasta ákvörðun sem keisari að því síðan vatt þetta bara upp á sig og hann var fyrst og fremst upptekinn að því að þjóna þessu goði sínu og það endaði mér þannig að hann lét vana sjálfan sig eða hvort hann vanaði sig sjálfur og giftist síðan sem kona þá þannig að það var allavega slíkt í gangi á honum og eins, í fórnarathafnir það sem verið fórnan utgripum og svo var inniblónu safnað í gullskálar og borið í þessum púnverska klæðnaði með allavega bjöllur og trommur og hvað það var þetta var mjög framandi fyrir Rómverja Það er svo mikið af þessum svona sögur skilur eða þú veist þessu Valerian skilur og svona sem við tekið hérna persónum þetta er ekkert svona Game of Thrones dæmi eitthvað Þetta er bara gott dæmi líka svona hvernig sagan getur verið Stranger Than Fiction að því eins, Caracalla til dæmis hann var þá í herleiðangri frá Edessa til Carrhae þetta er svona cirka Sýrland, Tyrkland það svæði í dag og hann þurfti þá sinna kalli náttúrunnar og var að bregða sig frá þá og fór á bak við einhvern runna og þá var hann stunginn og myrtur það þurfti ekki meira til samt einn ótrúlegasta sagar ég skrifaði að það er líka þetta niður það var Karus og sagan segir að hann hafi orðið fyrir eldingu
og þá hérna einn sagfræðingur þá grískur sem segir he was killed by the force of a divine thunderbolt og mér finnst það svo fyndið lýsing að þetta hafi sko bara Seifur sjálfur gripið inni og bara kastaði niður einn elding og losa sig við hann þannig að og sonur hans, það fór hann ekki betur fyrir honum því hann hérna Numerianus tók við og frændi hans Aper, hann segði að myrtan og náði að sannfæra alla að Numerianus væri sér bara með augnsýkingu og fylgdi ekki sólarljós og þess vegna var hann innilokaður inn í herberginu sínu þangað til að lyktin af líkinu var orðin svo rosaleg að menn brutust þarna inn og fundu þá náttúrulega bara keisarann dauðan og þá var Aperi með tekin á lífi fyrir þetta, en þú veist, þetta er svo ótrúlegt að detta þetta í hug. Þetta eru svona alls konar sögur líka. Jú, auðvitað náttúrulega sem að Karus, sko, sumir segja að mögulega hafi hann verið myrtur, sko, menn hafi bara fundið upp okkur og svona, en samt, þú veist, með svona atburði eins og þetta breiðasörbaku runna til þess að sinna kalli náttúrunnar og verið drepinn þar, þú veist, alltaf menn sem voru til staðar og upplifðu þessu atburði. Einmitt. En þú veist, úr með einhverjar heimildi fyrir þessu líka og mörg ótrúlega döðsföll. Nákvæmlega. En já. Nei, þetta er spes. Þetta sýnir svolítið, einmitt, þetta sýnir ákveðina greppu, stjórnagreppu, það var óhætt að segja það. Nákvæmlega. Það hefur ekki verið mikil stöðuleiki þarna í stjórnkerfinu. En aðeins aftur að við fyrir maður svona koma að því hvernig þetta reddaðist hjá þeim. Þeir náðu að bjarga sér fyrir hotn eins og við vorum að segja áðan auðvitað, þarna hefði og það er kannski svona stundum er það sagt að þarna hafi einstaklingsframtakið kikka svolítið inn þú ert með marga einstaklinga þarna sem eru glataðir svo koma þarna ákveðnir einstaklingar sem eru mjög svona góðir leiðtogar og það er náðsins að gera breytingar sem að láta Rómaveldi lifa þetta af 1-2 aldri viðbót og þá ber að nefna Claudius annan Gothicus sem að stöðvar Germani í kringum 270 við erum með Probus sem sigrar Franka í kringum 275 en þessi 2 stærstu keisararnir sem eru hafðir í minnum fyrir að hafa reddað öllu þarna, það er Aurelianus og Diocletianus og við erum að tala þá það er einmitt Aurelianus sem ríkti frá 270 til 275 og hann er mikill herfóringi og nær að vinna marga hersigra og síðan er það Diocletianus sem að kemur þarna seinna sem að sem sagt er meiri svona stjórnkerfiskall og nær að breyta stjórnkerfinu til eins betra. Diocletianus er 284 til 305 en það segjum við þá að sem sagt eftir hann þá er 3. aldar kreppunni lokið en Aurelianus ekki bara sigrar hann gallíska veldið heldur sigrar hann líka palmírska veldið hann klára bara bæði þessi klofningsríki í einum 2 flugur í 2 höggum einmitt það sem ég veist líka sérstaklega áhugavert með þetta er að hann Aurelianus, hann leggur bæði þessi ríki palmírska og gallíska og það sem er svo ótrúlegt er að leiðtogar beggja þessara ríkja fengu að lifa og svo hún Zenobia var tekin til fanga og farið með hana í svona sigurgöngu svona triumph í Róm gamla hátinn en síðan var henni sleppt og hún giftist síðan meðlimi öldungaráðsins og eignaðist með þessa börn með honum og fekk bara að lifa í friði þannig sé einmitt og hann Tetricus þá síðasti keisari Gallaveldis það var þarna orusta og hann misti herinn sinn og tapaði og gafst upp og hann fekk síðan líka að lifa og gerðist í bókinni, ég googlaði ekki hvað titlið það, korrektor
Korrektor. Já, það er ekki til sem ég kannast við. Það er allavega, fæði eitthvað stjórnsýslu starf og sonur hans til dæmis gerist meðlum öldungaráðsins, setna mér. Já. Og það finnst mér alveg ótrúlegt, þú veist, eftir allan þennan óstöðuleika og ótrúleg sko döðsföll og hermenn að svíkja keisarana sína og keisar svíkja hvern annan og svona að þátt að fá þessi 2 leiðtogar þessar 2 svona klofningsríkja bara að lifa í frið og frið og ró. Einmitt. Það er ótrúlegt. En Aurelianus, hann byggði líka múr. Já. Þeir sem að fara til Rómar, maður getur séð vegginn hans, Aurelianska vegginn, sem að en stendur ennþá og það segir náttúrulega ákveðna sögu. Algjörlega. Að þetta eru sko ekki fyrsti borgarmúrin í Róm, en þetta er fyrstu borgarmúrarnir í Róm sko síðan á sko, hvenær var það? 2. öld fyrir Krist, 4. öld fyrir Krist. Þannig að það eru sko margar aldir síðan menn voru að byggja veggi kringum Róm. Einmitt. Og þetta síður náttúrulega bara óstöðuleikan. Þú veist, Rómari voru svo örgi með sér að þurfti enga borgarmúra. Þetta er sem Spörtu. Sparta var ekki með einum borgarmúra á sínum tíma. Já. En leið og þú ert orðinn óöruggur og sér fyrir þér að þú getur ekki bara rústað öllum á vígvellinum, þá þarf alltaf einu múr. Einmitt. Svo er eitt í þessu líka sem við hefum ekkert nefnt sem að voru náttúrulega fjármálin og efnahagurinn. Já. Sem að er kannski þungt málefni en það var auðvitað þetta var efnahagskrísa líka. Það var auðvitað mikið verið að þú veist, þau voru alltaf að gjaldfella gjaldmiðlinn, þannig að hann voru einskisvirði. Já. Þannig að Aurelianus er líka með endurbætur í fjármálunum og í skattkerfinu og svona og í stjórnsýslunni. Hann aðhylltist Sol Invictus. Já, á mjög upptíkin af því. Trúarbröðin. Veitu hvaðan kemur það eftir? Það kemur hann einhvers staðar úr austrunni, ekki einhvers staðar úr Miðausturlöndum. Tilbyggja sólina og þessar, þú veist, sigrandi sól. Og það er náttúrulega líka atriði sem við hefum geta talað heilmikið það er náttúrulega trúmál og breytingar þar af því að og líka náttúrulega það tengt náttúrulega líka þess að allir urðu allt í einu rómverski ríksborgarar því mikilvæg hluti af því að vera rómversku ríksborgir var náttúrulega líka að framkvæma ákveðnar athafnir, trúarlegar athafnir. Því það er náttúrulega svo áhugavert að þetta orð sko trú þá eða það sem ára enskullum við kalla religion. Það kemur af latnesku orðinu religio en maður verður að passa að segja að það eru tveir gjörólíkir hlutir því sko religion í dag, það er allir með eitthvað sem þú trúir, eitthvað sem þú hugsar, eitthvað sem er svona hluta því kannski hver maður er en religio var eitthvað sem þú gerðir og þurftir til dæmis að sína forfeðrunum svona mikla virðingu með að framkvæma þessar trúarlegu athafnir. Þú þurftir að tilbiðja keisarann, þú þurftir að fórna fyrir keisarann til dæmis. Þess vegna voru gyðingar og kristinmenn síðan í svona átt í svona miklum deilum við Rómaveldi vegna þess að sem borgarar í Rómaveldi þá þurftu þeir að tilbiðja keisarinn ákveðu leyti og það náttúrulega passaði náttúrulega ekkert við þeirra trúu þetta, engiðist trúna og slíkt. En allavega, þeir notaði alltaf sem dæmillimis þegar maður er að lesa á ensku sko, maður verður alls ekki blanda saman religion og religio. Þetta er svona einn af þessum fölsku vinum með svona orða sem að trúi kannski að segja sama en allavega þannig þetta það hafði náttúrulega töluvert áhrif og mann getur líka að tala mikið það sko að kristni náttúrulega var ekkert eina trúir sem var mikið að vaksa á þessum tíma því það náttúrulega var bæði þessi Sol Invictus og líka með Mithras manikeismi líka og það var náttúrulega líka spurning sko ég held að það hangi alveg saman sko þessi þetta óróa tímabil leiddi náttúrulega líka til þess að margir mistu þá trú kannski á þessum hefðbundnu rómversku trúarbrögðum þar sem þú varst á framkvæma þessa hluti og gera ákveðna hluti og til dæmis þá trúarbrögðin tengd keisaranum og ríkjunu og musturunum svona heima fyrir en það sé maður það sko hinn og þessir
þessi trúarbröðin úr austrinu blómstruð alveg í Rómaborg líka, þú veist, hinn mikla móðir og til dæmis hann félagi okkar, hann Elagabal, þú veist, hann hluti af þessu. Það félagi okkar? Já, þú veist, það keisari sem vorum að tala um það, það svo fyndið sem varnaði sig á endanum. Keisarinn með skrýtnarafni sem varnaði sig. Einmitt. sem er eitthvað óhugsandi á sko lýðveldistímanum, þú veist, menn voru brjálæðir yfir því að hann Mark Antony var orðin sko einhver hvað var að segja, orðin einhver sko Mark Antony Asíu eitthvað, því Rómverjar voru svo viðkvæmir fyrir þessu, það var nógu slæmt fyrir marga Rómverja bara að tala grísku og það var hryllingur hvað þá að fara eitthvað lengra austur. Þetta er mjög góð punktur því við vorum að tala um þessar félagslegu orsakir og þessar andstæður í hinu stóra Rómaveldi sem eru svona djúpstæða ástæður á bakvið þriðju aldakreppuna áðan, þú veist, austri versus vestri og borg versus sveit og allt þetta. Þetta kemur inn í þetta sem þú nefnir að þú veist, það er svona þessi svona trúarlega gróska sem að er að búa til óróa og er að búa til, eins og þú segir, sko, gildi og félagsgerð, þessi hefðbundna, þau eru á hreyfingu og þú veist, þetta er mjög góða punktur sko. Og þú sér það þá líka það með að, þú veist, að fleiri þjóðir eru konum með ríkisborgararétt, þjóðir eru að koma inn utanfrá, það býr til menningarlega grósku sem getur verið jákvætt, en það býr líka til menningarlegan óróa. Einmitt. Þannig að þetta er góða punktur sko. En ef við förum aðeins að svona síg og seinni hlutan, Aurelianus, við vorum að tala um hann er svona þessi herfóringi og hann sópar þessu öllu upp, hreinsar hans til en síðan er það okkar maður Diocletianus. Við erum bara til að skjóta einhvernig endaði fyrir honum. Því það er líka sérstætt sko, að hafa myrtur. En maður veit ekki af hverju og það er svona sem við veltaði fyrir sér sko, að það virðist hafi verið sko, að þetta var bara einhver í skrifinskunni sem drap hann og það var ekkert eitthvað sko launráðið, eitthvað meira skipulag og bakviða en svo, því það var ekki þannig sko að einhverjir lögðu á ráðin og nú ætla ég að verða keisari eitthvað slíkt. Og sumir hafa veltið fyrir sér sko að þessi maður hafi myrt hann bara til þess að vera fela eigin spillingu eða eitthvað slíkt, en þetta virðist vera mjög tilviljana kennt. Einmitt. Þannig að, og það sér maður líka í sögunum hvað er lítið sem þarf til, að þessi maður búin að þú veist, sameina ríkið og redda málunum og bjargöllu og svo var hann bara drepinn af einhverjum tilviljanakenndum gaur. En svo veit maður ekki, kannski er einhver heimildi sem hafa gett lífað af maður, var kannski eitthvað rosa launráð, en allavega, út frá því við vitum. Það er líka þetta svona tilviljun, ég er nú að reyna að láta mig þetta í hug eitthvað sko, en þau eru alveg pottet eins og bara, þú veist, það sem einhverjir hafa bara dáið. Svo til dæmis skyndilega með sko. Barbarossa, þegar hann fellur á hestinu bara og druknar. Gott að mig, mjög antiklimatik. Og það er alveg mjög svo. Sem mikli rómverski keisari að halda í krossferð. Hann var náttúrulega sannkallega rómverski keisari sko. Þetta er svona indjókur í hlaðvarpinu. En sko Diocletianus, hann var alveg rómversku keisari og hann var ekki myrtur. Þvert á móti, hann meiri segja dó ekki á valdastóli, heldur gerði hann eins og margir góðu menn gera, er að hann settist í helgan stein og svo mikill stöðuleiki norðin. Og hann er þarna frá vesturströnd Adriahafs, það sem að nú er Króatía, Split, eða ekki Króatíu. Þar bjó hann í höll sem er nú ennþá til, allavega hluta af henni. Pældi því, höll Diocletianusar er til. Það er nú gaman að sjá. Það sem hann settist í helgan stein og hvort hann mögulega framdi sjálfsmorð vegna þunglindis. Hann var víst, held ég að glima við þunglindi. En hann nær að lægja öldurnar eftir þessa varnarsigra fyrir hennara sinna.
eftir að þessir áðurnefndu keisara voru búin að koma á svona hernaðlegum stöðuleika og friði, þá fær hann að Diocletianus tíma til að endurskipuleika stjórnkerfið og það náttúrulega eru svona stjórnkerfisbreytingar og margar breytingar sem að koma þarna, en kannski það sem mikilvægast auðvitað, það þessar stjórnkerfisbreytingar og það tetrarkíð eða fjórveldið eins og það kallað, og það auðvitað eitthvað sem átti eftir að hafa varanlegar afleiðingar og það skilur eftir sig þessi spor sem að einkenna síðrómverska ríkið kannski hvað mest. Það er þessi skipting í austur og vestur rómverska ríkið sem á sem sagt rætur sínar í fjórveldinu. Og þá sjáum við þetta eilífa vandamál, ríkið á ýmsu leyti náttúrulega of stórt, erfitt að stýra því, og svo náttúrulega þetta aðal vandamál, hver á að taka við? Þetta náttúrulega þetta lausnin, það bara það, svo vorum að segja ríkið of stórt og lausnin bara, þú verður bara að deila því upp, og þau voru náttúrulega búin að kljúfa sig til þess að gera það, en þannig þetta gert meira miðstýrt. En það basically svipur niðurstað, þú ert með austur hlutan sem skiptur í tvennt, þess að þú ert með þess að tvo keisara, þú ert með Augustus í austrinu og þú ert með Augustus í vestrinu, og síðan velur Augustusinn sér svona aðstoðamann eða svona undirkeisara sem kallaður Caesar og man ekki nákvæmlega staðina en sem sagt Augustusinn í vestrinu, hann átt að sitja í var það ekki þarna sem að var það ekki það sem í dag Trier, eða það sem í dag Mílan, og man ekki nákvæmlega hvernig það var. Og svo í austrinu ertu með þessa norðurhlutan með þess litlu Asíu og síðan Egyptaland og það allt saman. Og þarna sjáum við líka annað athyglisvert dæmi sem einkennir þessa umbreytingu, er að náttúrulega Rómarborg og Ítalía verður minna mikilvæg, og það þróun sem við sjáum, þú veist, augljóslega vera að gerast á þriðju öldinni, og þegar við komum yfir í fjórðu og fimmtu öldina þá það orðið þannig að Róm ekkert langt frá því að vera neitt merkilegasta borgin, skiluru. Keisarinn í vestrinu eru, eins og sé, Trier, Augusta Treverorum eða eitthvað álíka. Er mjög mikilvæg borg. Og Mílan og svo nefndi. Mílan man ekki latneska heitið á henni. Er náttúrulega Meliusborg. Ég held ég hef lesið einhver norrænum heimildi, þá talaði Meliusborg held ég. Það getur vel verið í Söðuruglan allavega hana. Mediolanum hét hún. Mediolanum, já. Og þarna þá þetta borgir sem eru nær þessum frontier, sem að fá mikilvægri, og setna þetta Ravenna, sem náttúrulega verður að svona höfuð í vestur-rómverska ríkisins. Var það ekki fyrst og fremst að þegar svo létt að verja hana? Jú. Það þetta segir svo mikið. Það segir ýmislegt, Já, það er búin að rökla stangað. Í austrinu ertu með Nikomediu, Palmyra, Alexandria auðvitað, og svo náttúrulega Konstantinopel sem kemur setna, við tala sérstaklega það setna í en við getum að sagt að það séu skynsamlegt kerfi svo framalega sem menn geta unnið saman. en það var það líka alltaf þetta með þegar þú ert með skynsama og góða stjórnendur þá gengur þetta, en þetta náttúrulega fjall strax. Mikill vill meira. Þú veist, þú stýrir austur-rómverska ríkinu, er það ekki alveg nóg? Nei, mér langar í vestri líka. Býtu, Diocletianus, hann satt í austrinu, var með annan Caesar með sér þar, og svo var alltaf hugmyndin, Caesarinn, hann átti að læra af Augustusinum, og svo þegar Augustusinn hættir, þá tekur Caesarinn við og verður Augustus, eða svona aðalkeisari, og fær sér þá nýjan undirmann, og þannig átti kerfið að virka. Þetta virkar hérna í nokkur ár, en þetta feilar strax í vestrinu, vegna þess að svo sem er Caesar í vestrinu, hann er sem sagt með aðsetur á Bretlandi og hann deyr, og þá á sem sagt að fara að gera breytingar, en sonur þessum hans
hann er ekki alveg sáttu við að hann sé ekki að fá völd þannig að hann rís upp og fer í hernað og þessi maður hét Konstantín og betur þekktu sem Konstantín mikli mitt. Og það er stór karakter í sögu Rómar og í sögu heimsins og ég held við ættum að taka sérstaklega þátt hann Já, við ættum að gera það því að hann auðvitað náði að sigra alla og sameina ríkið aftur í eitt undir einum keisara tekur upp kristni stofnar Konstantínópel og allt þetta en svo brotnar það aftur upp og verður aftur skipt í tvennt og þá verður þessi varalega skiptingu austur og vestur Já en einmitt eins og sjáum hafði gífurlega áhrif á Rómaveldi einmitt þannig að algjörlega við erum að taka hann fyrir einmitt Herðu, ég held að þetta sé ágætt Já, er þetta ekki bara að vera komið gott? Jó, ég held bara sögum þá að þetta sé ágætis yfirferð Rómaveldi og þriðjualdar kreppuna Já, glæsilegt Þá bara snúum við hér aftur fjallhressir við félagarnir í hlaðvarpinu Söguskoðun í næsta þætti þar sem við kannski tölum Konstantínus eða kannski tölum eitthvað allt annað það er nú hluti af þessum leikar að maður veit aldrei neitt Nei. En það verður allavega eitthvað áhugavert hvetjum hlustendur til að kíkja okkur á Facebook söguskoðun.com er vefsíða þáttarins söguskoðun@gmail.com er netfang þáttarins þetta hafa samband við okkur þar og á Facebook minnum hlustendur á að það er hægt að kaupa kaffibolla fyrir okkur ef hlustundum líkar við það sem við erum að gera hér og vilja styrkja við þetta góða starf sem hér er unnið að því sögðu þökkum við fyrir okkur í dag og sjáumst í næsta þætti verið sæl